Já, komið sæl á ný. Til minni komið Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú varst á flokksráðsfundi. Já, í gær. Já. Við héldum líklega fjölmennasta flokksráðsfund sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið. Það voru yfir 400 manns á fundinum og gríðarleg stemming og við vorum svona líka að horfa á þennan fund sem að svona, hvað maður að segja, við vorum ég vil nú ekki sletta á útlensku, en svona kickstarta kosningabaráttu fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Það er mikið undir. Það er mikið undir, gríðarlega mikið undir og svo vorum við líka að skerpa á okkar stefnumálum. Landsfundur er alltaf annað hvert ár hjá okkur og svo er flokksráðsfundur, svona stór annað hvert ár á móti. Þannig að þetta er gaman og þegar að þessi fjöldi kemur saman og í gær var þetta svona, við getum sagt, svona harðasti kjarni flokksins, trúnaða menn sem koma saman. Að þetta er eins og ættamót og þannig er maður að hitta góða félaga viðsvegar að landinu, þó að veðrið hafi aðeins sett strik í reikningin. Jú. Ja, það er eins og það er. Ég hafði samband við því í morgunni hvort að þú kæmist yfir heiðina. Já. Ég keyrði reynda bara 60, það er hérna, ég er að vona að þetta sé páskarheitið sem er núna. Já, mér finnst þetta skrítið, var vont veður í byrjun október og svo núna aftur í endaða mars. Já, manstu það fór allt á kafi í snjó hérna í október og allir ruku til og settu nagla dekkundi bílana sína og síðan erum við búin að spæna upp göturnar, sko. Aldeilis. Og þetta er auðvitað búin að vera algjör draumur fyrir mannesku eins og mig sem að býr fyrir austan fjall og er að keyra á milli. Það hefur bara verið renni færi í allan vetur. Það var komið svona dagur og dagar það sem er ísing. Á morgnana líka þegar ég geng úti með hundi minn, mér setja alveg dásamlega, sko. En þá heyrir maður, sko, í nagladekjunum. Já. Á auðu malbygginu, sko. Nákvæmlega. Í allan vetur, sko. Já. Þannig að það, sko, ég saði nú við móður minn daginn að var eitthvað að bölva verðinu, hvað að vera leiðilegt að þetta er búið svo góði vetur og þá sagði mamma við mig, Guðrún mín, þú var áttaði á því að þetta er búið að vera óvenjulega vetur, en þetta er venjulega mars. Mars er umhleypingar samur, segir mamma alltaf, þegar að veturinn fyrir að takast á við vorið og svona átökin verða í svona veðurkálfinu fyrir ofan okkur. Þetta heyri ég líka hérna heima af mér. En sko, þið vilja lækka fjármagnstekjuskattin aftur í 20%. Já. Við erum að boða miklar skattalækkanir og hagræðingar leiðir og líka, ég vil benda á það í fjárlaga vinnunni eða í umræðinu fjárlögin sem áttu sér stað í desember, að þá lögðu við ein flokka í stjórnarandstöðu fram í metnaðarfulla sýn okkar og tillögur hvernig væri hægt að ná niður verðbólgu á landinu og í þeirri vinnu lögðu við fram yfir 40 milljarða hagræðingu hjá ríkinu og tæpa 30 milljarða skattalækkun og fjölskyldur og heimili í landinu. Og við ætlum að ganga lengra núna. Hvernig 40 milljarða út úr ríkisbankinu? Það hlýtur að koma niður ykkur staðar? Nei, við lögðum fram þessa tillögur án þess að snerta þessa mikilvægu kerfi eins og heilbrigðiskerfið, menntakerfið og svo löggæsluna. Það er bara, það er fullt af hlutum sem að ríki getur gert og getur verið í forgöngu að gera til þess að spara og ég ætla að benda á það. Þarna lögðum við fram tillögur yfir 40 milljarða hagræðingu en á sama tíma lagði ríkisstjórnin fram 143 milljarða útgjalda aukningu. Og hún hlýtur, þú þarft einhvern veginn að hafa fyrir henni. En ekki þetta bara, þessi 40 milljarðar, ekki eru þeir bara einski snýtir inn í kerfinu? Eitthvað verið að gera fyrir þá, með þá? Já, en þú getur líka alveg sagt að það er sóun í kerfinu, við vitum það. Og ég get nefnt sem dæmi á síðasta ári að þá hækkaði ríkisstjórnin launin sín og sem að fyrri ríkisstjórn hafði ekki gert og fór yfir verðbólgumarkmið og til dæmis væri nú hægt að lækka laun æðstu stjórnenda ríkisins, það mætti byrja á því, það mætti fækka nefndum, það má fara inn í, við höfum lagt til dæmis að
fella niður útvarpsgjaldið og að RÚV fari aftur á fjárlög og verði tekin aðeins niður til þess að gefa einmitt fjölmiðlum eins og þessum meira svigrúm til að starfa á markaði. Það sem við erum með núna hátt í 10 milljarða í að reka RÚV. Og ég er ekki að leggja til að leggja það niður. Ég er að leggja til að við myndum kannski skera niður starfsemi ríkisútvarpsins sem að fækka útvarpsrásum, takmarka útsetningu við eingöngu innlent efni eða norrænt efni með og okkur í ósköpunum á að vera að nota skatt fyrir Íslendinga til þess að sýna einhverja sápuóperur frá Ameríku sem að fólk kaupir núna á streymisveitum og svo framvegis. Þið viljum svona vera dagskrárstjórar. Alls ekki. Nei. Alls ekki. Við viljum að þú sért það. Já, þú sagði norrænt efni og íslenskt og... Nei, þetta var bara hugmynd mín að ríkisútvarpið ætti þá að stuðla að íslenski menningu, vera með íslenskt efni og það væri kannski hægt að hugsa sér að það væri 70% og svo mætti að vera með 30% á norrænu efni eða einhverju slíku en að leyfa síðan bara öðrum dagskrá og búa til efni. En líka sömuleiðis að fjölmiðla umhverfi hefur bara tekið svo miklum breytingum. Mér hefur þótt mjög vont hvernig við erum allt í einu farin að ríkisstyrkja alla fjölmiðla í gegnum einhverja stuðningskerfi ríkisins í staðinn fyrir að RÚV væri þá ekki á auglýsingamarkaði. Og það myndi flæða þá til annarra miðla. Það er nú gert á Norðurlöndum. Það eru til dæmis styrki til fjölmiðla, það er ekki bara á Íslandi. Nei, það er allur gangur á því. En ég er samt aftur að segja að það er mín sýn að það sé ekki gott að við séum einhvern veginn með ríkisstyrkta fjölmiðla alla á Íslandi. En það var kerfi sem var komið upp á síðasta kjörtímabili til að styðja við það. En við viljum lækka skatta á heimili og við ræddum það líka á þessum fundi í gær. Við viljum lækka skatta á heimili 140 milljarða. Það er til dæmis hugmynd okkar að við viljum bara leggja af þetta kílómetragjald, við viljum leggja af vörugjöld á bíla. Við viljum gefa heimilunum og fjölskyldum í landinu meira svigrúm. Þetta er sagt í að fara í vegagerð. Hvað? Já, við höfum oft talað fyrir því að við viljum þá sjá greiðslu þáttöku á þeim vegum sem eru nýttir. Það getur ekki verið rétt stefna hjá ríkisstjórninni að ætla að leggja hér á aukna skatta á sjávarútveg undir því fororði að geta sett auki fé í samgöngur og vegina á Íslandi. Svo eru sett á kílómetragjöld líka til þess að byggja vegina. Það eru hækkuð vörugjöld og bíla og bara bílar og umferði skattlegð alveg í topp. En svo fer ekki í þessa vegi. Heldur fer þetta í að fjármagna eitthvað allt annað. Og svo kemur núna, kom í síðustu viku, einhverja hugmyndir ráðherrana það að fara að taka sig hann upp veggjöld ofan á þessi ósköp öllsömmul. Þá segi ég, nei, við skulum þá frekar taka upp veggjöld og leggja þá hitt af. Við getum ekki hlaði kerfi. Herðu, en þið talið líka eignasölu. Já. Og þá er það hvað? Landsbankinn, Landsvirkjun, Ísavía? Við höfum ekki talað fyrir því að selja Landsvirkjun. Nei. En ég hef talað fyrir því að selja Landsbankann. Það eru líklega 350 milljarðar af almannafé sem liggja í þeim banka og það væri auðvitað mikið nær að nýta þá peninga til að greiða niður skuldi ríkisins og ná niður vaxtabyrðinni sem er núna hátt í 150 milljarðar á ári og það myndi skipta okkur máli. Arðgreiðslurnar frá Landsbankanum fyrir ríkisins núna er 1/10 af þessum skuldum sem það er sem 345 milljarðar en það vill bara þannig til að Landsbankin er að skila ríkinu 1/10 af því bara fyrir rekstrarárið fyrra. Já, en aftur ef við getum nýtt þetta fé til þess að greiða niður skuldir þá erum við að fara að spara 20 milljarða í vaxtagreiðslur
sem að núna leka út úr þjóðarbúinu. Já, þú vilt gera þetta svona bara fá bara 350 milljarðana en ekki einu sinni ári í 10 ár. Þannig að við getum í staði fyrir að vera að eyða hér milljörðum og milljarða ofan til þess að greiða fyrir vexti, að þá vil ég nota það fé til þess að skapa þá eitthvað annað, byggja eitthvað upp. Nýta það í framkvæmdir, hvort sem að það eru vegir, sjúkrahús, menntastofnanir eða eitthvað annað. Mér finnst það skipta gríðarlega miklu máli. Allt í lagi. Nei, við þurfum að hagræða í ríkisrekstunum og við gerum það líka með eignasölu. Það má alveg skoða það að selja síðan reksturinn út í Savia. Af hverju er ríkið að reka einhverja verslun, einhverja snyrtivöruverslun á Keflavíkurflugvelli? Getur ekki einhver annars gera það bara betur síðan það? Það er einhver aðri núna, er ekki eitthvað þýskt félag sem að... Nei, það var boðin út reksturinn bara í leigu, en við getum selt þennan hluta starfseminar, getum við selt frá okkur. Án þess að við séum... Félagið þínir hafa talað sölu, þá er það flugstöðin, oftast nefnt held ég. Hún hefur oft verið nefnt. Landsvirkjun, hluta Landsvirkjun. Nei, ég held að það hefði aldrei verið nefnt. Aftur á móti að þá hefur komið svo hugmynd. Ég sjálf verið þá hugmynd fyrir yfir 10 árum síðan, þegar ég var þá stjórnarformari Lífeyrissjóði og lífeyrissjóðir vilja taka þátt í góðum innviða fjárfestingum, og þá viðraði ég nú bara þá hugmynd hvort að það mætti selja minni hluta í Landsvirkjun eingöngu til lífeyrissjóða á Íslandi og engra annara, og glemdi því ekki hverjir eiga lífeyrissjóðana. Það er fólki í landinu. Sem á líka dagvöruverslanina sem að okkur finnst verðlagið allt og hátt. Það eru lífeyrissjóðanir alveg afskiptalausir. Ég get nú ekki tekið undir það að það sé alveg afskiptalausir, en þegar ég var að vinna í því kerfi þá lagði ég með mjög áherslu á það að lífeyrissjóðir myndi fylgja eftir sínum fjárfestingum. Það ber þeim að gera og eiga að gera. Þeir skipa fólk í stjórnir og verða að skipa hæft fólk til þess að hafa vakandi auga með þeim fyrirtækjum sem þeir eru að fjárfesta í og fylgja sínu fé eftir. Þannig að það sé viðurandi arðsemi að þeirri fjárfestingu fyrir lífeyrisþegana og þeim til heilla. Það skiptir gríðarlega miklu máli, en aftur, svo ég kom að Landsvirkjun. Þetta var bara hugmynd sem ég einhvern tíma nefndi og mér hefur oft verið núið nasir. Ég vil ekki selja meiri hlutana í Landsvirkjun. Og ég tel að þetta er gríðarlega mikilvægt innviða fyrirtæki sem eigi að vera alltaf í meiri hluti eigu þjóðarinnar. Ég aftur á móti hef verið að selja Íslandspóst. Það er nú fyrirtæki sem hefur ekki verið að skila neinum arði til íslenska ríkisins nema síður sé. Það hefur þurft að borga, það hefur þurft að borga 100 milljóna inn í þann rekstur á síðustu árum. Hver vil kaupa Íslandspóst? Ég átti við það. Það veit ég ekki, en núna eru bara veruleikin er breyttur. Við erum hægt að senda sendibréf á milli okkar, við sendum SMS eða smáskilarboð í síma og svo eru komin fyrirtæki sem hafa aðlagað sig að netverslun og póstþjónustu með öðrum hætti. Ég er alveg sannfærð að einhver á þeim markaði sjáu tækifæri því að eignast Íslandspóst og þá með einhverju samningi við ríkið. Af hverju er ríkið að standa í þessu? Ég veit ekki. Nei, mér finnst þetta bara vitleysa. Ég hef líka sagt það að það er algjör vitleysa að ríkið sé að selja tóbak og brennivín og rauðvín og eitthvað. Af hverju getur ríkið ekki sett mjög ströng skilyrði fyrirkomuleg sölu? Og svo bara verður þú, ef að þú vilt selja þessa vöru, þá beygir þú þig undir þann aga sem að löggjafinn Alþingi Íslendinga ákveður. Það er nú verið að brjóta þetta niður reyndar. Það er verið að selja áfengi með öðrum hætti. Já, en við þurfum auðvitað samt sem áður að gera þeim aðlum það kleift að gera það með löglegum hætti. Og þess vegna þegar ég var dómsmálaráðherra var ég með frumvarpum að leyfa og festa í lög netverslun með áfengi á Íslandi.
og það alveg rétt sem þú segir. Þarna hefur löggjafinn hvað þessa vöru varðar. Hann hefur gefið eftir í að fylgja breytum tíðaranda, fylgja eftir að við erum núna þáttakandur í EES-samstarfi og þurfum að beygja okkur undir það. Þannig að fyrirtækin okkar að þau verða að búa við nákvæmlega sömu samkeppni skilyrði og löndin í kringum okkur. Sko, mér langar að nefna við þið, því að ég nú svona hort á okkur á þinginu svolítið fyrrum þingréttamaður, hann að ég hef svona með bakteríuna þá og sko þegar voru að ræðum að færa laun öryrkja og eldra fólks inn í launavísituna og þá vill svo til að ég á að verið bréfina Bjarna síðan 2013 sem Bjarni Benediktsson sendi og þar segir við ætlum að afturkalla kjaraskerðingu ellilífeyrisþega sem komið var á árið 2009. Þetta bara loforð frá þáverandi formanni Sjálfstæðisflokksins, það bara, þú könnust öll við þetta og við ætlum að afnema tekjutengingar ellilífeyris, það sannlega réttlætismál að ræða. En svo eru þið sem sagt að ríkisstjórnin ráðþrota hvað áskorun með efnahagsmálum og forgangsraði þess í stað gæliverkefnum einstakra stjórnmála ríkisstjórna flokka. Þannig ábyggilega átt við Ingu Sæland og Flokk fólksins. Já, þetta nú ekki eina gælu frumvarpið hennar Ingu, ég ætla nú bara að minna á það. Já, þið börðust hart gegn þessu. Já, nú vil ég fá að segja eitt. Þetta bréfa nú rita löngu áður en ég hóf afskipta pólitík. Já. Og ég get ekki borið ábyrgð á bréfi sem að þáverandi formaður Sjálfstæðisflokksins ritaði. Hins vegar, ef þú tekur nú held ég þetta bréf, þá hugsa ég að það sé nú uppfyllt að mestu leyti og búið að uppfylla það því að kjara bætur, til dæmis öryrkja, að þær hafa verið miklar á síðustu árum og það sem aftur á móti þú getur aldrei afnumið að fullu alla skerðingar. Það gengur ekki upp og nú segi ég þetta sem fyrir lífeyrissjóðsmanniska. Þú ert kannski búin að greiða í lífeyrissjóð í 40 ár, verið í góðu starfi, þú hefur kannski verið tannlæknir, þannig eða flugstjóri eða eitthvað og þú ert með langt norðan við 1 milljón kannski í lífeyristekjur eða lífeyrisgreiðslur þegar þú ferð á vinnumarkaði. Það getur ekki hafa verið megin markmið þess þegar að lífeyrissjóðakerfi var sett á að þú náir svona miklu lífeyrissjóði og fáir síðan á sama tíma fullt út úr almannatryggingakerfinu þegar að þú í raun þarft ekki á því að halda. Þú getur ekki verið að taka út því og ég legg mikla áherslu á það sem formaður Sjálfstæðisflokksins að við grípum þá sem minna mega sín, þá sem minnst hafa, tryggjum framfærslu þeirra en séum ekki að smyrja hér úr almannasjóðum yfir einhvern fjölda og að því þú nefnir þetta frumvarp núna sem að var samþykkt á 50 sem að réttilega frumvarp sem að Flokkur fólksins og Inga Sæland hafa margoft lagt fram og margir hafa talað í gegnum tíðina. En af hverju hefur þetta ekki orðið á lögum? Af hverju hefur þetta ekki orðið á lögum fyrir núna? Það vegna þess að það gera sérlega grein fyrir því að þetta ekki góð aðferð að binda allar bætur almannatrygginga við launavísitölu eins og nú búið að gera með þessum lögum. Þetta á við núna, það eru 60.000 manns sem að fá úr sjóðum almannatrygginga í dag. Við vitum það eru ekki 60.000 manns sem búa við sára fátækt á Íslandi. Nei. Hvað heldur að við getum gert? Það eru svona bilinu 5.000–10.000. Hvað heldur við getum gert fyrir þann hóp fyrir minna fé, almannafé og lyft þeim heldur en að lyfta einhvern veginn öllum þessum massa af fólki. Og það versta í þessu frumvarpi sem ég hef mestar áhyggjur af það að þannig verið að búa til öfuga hvata í kerfinu. Við vitum það að það breytist ekkert í þessu kerfi núna á fyrstu vikunni, fyrsta árinu eða fyrstu 2 árunum. En þetta seigfljótandi þetta kerfi, hægt og rólega að þá mun það gerast á næstu 5–10 árum að laun almannatrygginga
eða bætur almannatrygginga að það verði hærri heldur en lágmarkslaun á markaði. Það getur ekki gengið upp og það hljóta allir að sjá það og í reynd sjá það allir. Það sjá það allir á Íslandi nema 2 hagfræðingar sem eru Kristrún Frostadóttir og Daði Már Kristófersson. Og ég ætla ekki einu svona að nefna Ingu því í sambandi vegna þess að hún nú ekki hagfræðingur. En svo fundu þau reyndar einn hagfræðingi viðbót sem taldi að þetta væri nú í lagi að samþykkja þetta frumvarp sem var Gylfi Magnússon fyrir ráðherra Samfylkingarinnar. En hann sagði samt að þetta frumvarp þarnaðist betri rýni og betri skoðunar. Ég er á þeirri skoðun, segir hún, að þetta frumvarp, það mun grafa undan velferðarkerfin okkar, það mun veikja það en ekki styrkja. Og það er hættuleg þróun inn í framtíðina sem að börnin mín og börnin þín og barnabörn munu þurfa að glíma við. Það mun ekki þessi ríkisstjórn þurfa að gera. Það Inga Sæland mun ekki þurfa að gera það. Nei, en það er alveg rétt. Það er alveg rétt sem fólk hefur sagt að þetta mun kosta svona 5-10 milljarða. Og svo fer það hækkandi bara inn í framtíðina. Þetta eru 20% af fjárlögum ríkisins sem gríðarlega mikið fé. Það er alveg rétt að 5-10 milljarðar setja ekkert ríkissjóð á höfuðið. Gera það ekki. En aftur mun þetta grafa undan velferðarkerfinu. Það verður alltaf að vera hvati fyrir því að þú sett þátttakandi á vinnumarkaði heldur en að það borgi sig frekar fyrir fólk að reyna að vera inn í almannatryggingakerfinu. En þetta er eitt umdeildasta máli sem var á þinginu núna og búið að vera í síðustu vikur. Og mikil átök það. Og hérna Ég hef meira að segja látið það út mér að öllum vondum málum með ríkisstjórnarinn að segja þetta líklega eitt af versta. Og það er út af þessu sem ég segi. Þú mátt aldrei draga viljan úr fólki að vera þáttakandur í verðmætasköpun. Vegna þess að verðmætasköpunin í landinu sem að ber uppi velferðarkerfið og ber þar að leiðandi uppi þá sem minna mega sín. Þið segir hérna að efnaðarstefna vinstri ríkisstjórnar Samfylkingar við resnar fólksins hefur siglt í strand. Kjarasamningur almennu vinnumarkaði stefnt í hættu vegna efnahags óstöðuleika og sívaxandi umsvifa hins opinbera. Þau segja móti að þau tóku ekki við góðu búi. Það er bara mesta della sem ég hef heyrt. Já, þú hefur heyrt oftar en núna. Þau tóku við mjög góðu búi og miklu betra búi heldur en þau hafa sagt opinberlega frá. Sko, það er mjög athyglisvert að í desember þegar þær voru í stjórnarmyndanar viðræðum og voru að fá minnisblöð og ráðuneytunum annað, að þá komu þær í fjölmiðla og kvenkuðu sér mikið og sögðust varla treysta sér í verkefnið að taka við stjórnlandsins vegna þess að staðan væri svo slæm. Hún væri svo alvarleg þegar að niðurstaðan var að þær fengu miklu meiri meðgjöf heldur en gert var ráð fyrir og svo sjá það þessu ári hvað ríkisstjórnin að fá núna í meðgjöf. Þau eru að fá 40 milljarða núna í gegnum Keresis og þau eru líklega að fá 40 milljarða loðnuvertíð eða hátt í það sem ekki var gert ráð fyrir og það er nú aldeilis búbót. Svo hreykjaði sig af því að það hafa lækkað skuldir ríkisins og með því að gera upp ÍL-sjóð eða gamla íbúðalánasjóð. Það mál var frágengið og Bjarni Benediktsson hafði sett í farveg og þannig að það verkefni lána bara tilbúð á borðinu hjá þeim. Það hreykja sig líka því að það hafa selt Íslandsbanka og það verkefni var sömuleiðis komið í ferli og mér þykir reyndar alveg afskaplega áhugavert að heyra umræðin það. Það fór allt hér á hliðina fyrir 4 árum þegar að Bjarni Benediktsson þá fjármálaráðherra selur Íslandsbanka. Nú Íslandsbanki seldur í fyrra fyrir lægra verð heldur en fyrrisalan og það gagnrýnir það ekki nokkur maður. En ég held að þetta verkefni, þetta var bara eitthvað sem lá á borðinu
hjá þeim, bæði útfærslan á að klára uppgjörið á ÍL-sjóð og svo að losum Íslandsbanka. Allt hefur þetta verið til góðs fyrir rekstur ríkisins. Þess vegna alveg með ólíkindum að núverandi ríkisstjórn fari í þennan gríðarlega mikla útgjalda auka sem þær fóru í sínu fjárlögum. Þær hefðu geta náð hallalausu fjárlögum strax á þessu ári ef þær hefðu kosið svo. Þær ákveðu bara að gera það ekki. En salan á Íslandsbanka var nú ekki alveg snurðulaus. Nei, en veistu það að sko sá stormur sem þar var búinn til af stjórnarandstöðun á þeim tíma, þetta var algjört fjaðrafok. Salan á Íslandsbanka 2022 gekk vel með hagsmuni íslenska ríkisins ef þú hefur þá að leiðarljósi. Það tókst að hámarka verðið á bankanum á þeim hlut sem þá var seldur og við getum gagnrýnt það að fleiri hafi ekki fengið, það var það sem ég sjálf gagnrýndi, að útboðið hafi ekki verið opnara þannig að almenningi hafi ekki verið hleypt í meira mæli inn í það og það var jákvætt í fyrra. Og hérna, ég skal algjörlega viðurkenna það að það hefði mátt gera það í fyrirsölunni, en fyrri salan gekk vel og hún gekk ívið betur heldur en seinni salan. Já. Og þess vegna held ég að það sé tækifæri í því núna. Það eru breytingar í þessu svona fjártækni og í fjármála heiminum. Þannig að ég held að við ættum að selja Landsbankann meðan við getum hámarka virðans vegna þess að gervigreind og maður heyri það innan á bankakerfinu að gervigreindin, bankarnir eru farin að nota hana í mun meira mæli heldur en áður. Þannig að ég held að eðli þessara stofnana muni eða þessara fyrirtækja muni taka breytingum og þess vegna sé kjöri tækifæri okkar að losa það eignarhald ríkisins sem þarna er. Það ekki gott að ríkið sé að vasast í svona rekstri. Nei, ríkið að vasast í á? Já, þegar ríkið á þetta 100% að hann heldur. Þetta bara gengur og okkur vextir skila samtals bara 100 milljörðum í hagnaði einu ári á meðan fólk að bogna undan þessu öllu saman og fyrirtæki vantilega líka sem hverju sko. Ríkið á bara ekkert að vera vesenast í því sem að ekki grunnþjónusta ríkisins. Það ekki grunnþjónusta ríkisins að sjá þér fyrir einhverju fjármálaþjónustu. Það það ekki. Við eigum að vera í grunn og kjarnaþjónustu ríkisins. Við eigum að gera það vel. Og svo eigum við að leyfa öðrum að sinna öðrum verkefnum. Við eigum að leyfa bara öflugu fólki, einstaklingum að athafna sig hér út í samfélaginu og þjónustu okkur. Þú varst nú að nefna hér verðlag í matvörubúðum. Verðlag hærra hér en í mörgum öðrum löndum. En ég kann nú bara, ég vil nú að segja það að ég var í Bandaríkjunum í upphafi árs, fór þar í matvöruverslun á Flórida. Þar var margt sem var dýrara heldur en hér. Við búum líka í fjarlæg frá mörkuðum. Við erum með dýrari flutning og svo framvegis. Þannig að og það mjög ósanngjarnt og það nú fátt sem við meiri töðan á mér. Heldur en þegar ég sé færslur frá samborgurum mínum á samfélagsmiðlum sem eru komni til Tenerife eða til Spánar eða eitthvað til vetursetu og fólk fyrir búðina og raðar upp innköpunum og borð og tekur mynd og segir ég borgaði nú bara 7.000 krónur fyrir þetta og þarna nú 2 rauðvín og 4 bjórar eða hvað nú Þetta mjög ósanngjarnt samanburður. Ef þú vilt fá lægsta matvöruverð í Evrópu, getur ekki verið með hæstu laun í heimi á sama tíma. Nei, það gengur ekki upp. Það gengur ekki upp. Við erum nú ekki kannski að tala lægstu nauðsynjavöru, lægsta verð nauðsynjavöru. Okkur dreymir nú ekki það.
Nei, en við erum með samkeppni hér. Við erum hér með skráð félög sem að vinna á dagvörumarkaði og þeim þau verða að leggja sér fram það alla daga að bjóða fólk upp á hagstæðustu verðin. Í mínu fyrra lífi að þá var ég sem framleiðandi á matvöru að reyna að koma minni vöru hér inn í verslanir og ég get alveg sagt það að það getur oft verið nokkuð snúið fyrir framleiðendur og innflytjendur á vöru að koma þeim inn vegna þess að verslunin að hún veit það þetta og er meðvituð það að hún verður að bjóða hagstæð verð. Ég hef nú trú á því að kjöri svást í flestu verslunum. Já, sem betur fer. En aftur, mér hefur þótt það, svo við komum nú að því að mér hefur þótt það mjög villandi málflutningur núna sem ég heyri mjög úr herbúðun Viðreisnar. Þar sem að þingmenn og varaþingmenn Viðreisnar að koma fram núna í einhverju smáskilabóðum á samfélagsmiðlum þar sem þeir að fullyrða það að við inngöngu í Evrópusambandið muni verðbólga lækka, muni vextir lækka, matvöruverð mun lækka. Þetta er algjör firra og þannig verið að slá ryk í augu fólks. Ég mista þessu, ég hef sett það. Sko, Evrópa og ólík ríkin í Evrópusambandi eru líka að kljást við mismunandi efnahagsvanda heima fyrir. Bara sem blaðamaður þá maður fullir þér ekki svona nema að hafa eitthvað rannsakamáli áður. Nei, mér finnst það bara óabirt að þingmönnum og varaþingmönnum að koma fram með svona stórar fullinningar. Hérna ennum í efnahagsmálunum að ráðast verið stórátak á til að bæta samgönguinnviði land allt og beita nýjum aðferðum við fjármögnu meðal annars með auknu samstarfi einkaaðila. Vörugjöld af ökutæki, kílómetragjald verið fellt niður, gjaldtaka af umferð byggja á nýju fyrirkomulagi miðað við þrepaskiptingu og notkun til að fjármagna og flýta uppbyggingu vegakerfisins land allt. Þannig þið að tala um vegaskatta. Já. En aftur, þú tókst eftir því að vörugjöld á ökutækjum verða fellt niður og kílómetragjöld verða fellt niður. Þannig að gjaldtaka muni færast og þá vitaskuld með allt fyrirkomulega gjaldtöku verður með öðrum hætti, verður skilvirkara að ég tel. Ég hitti nú bara ekki neitt þessa dagana sem sáttur við þessa innslætti sína inn í kerfið að vera að slá inn kílómetragjald. Það verið að rukka hérna kílómetragjald af einhverjum númerslausum bílum hjá einhverjum atvinnurekendum og einhverju dráttarvögnum og einhverju drasli sem að enginn að nota og það verið að rukka kílómetragjald af bifreiðum sem hafi ekki verið settar í gang og svo einhvern veginn búin að lofa fólki því að leiðréttingin komi einhvern tíman. Við viljum gera þetta skilvirkara og einfaldara og með þessu þið líka af því að við erum að tala það að þeir sem eru þá að nýta veginn og að keyra þá eins og ferðamenn að þeir munu þá borga og taka þátt í þeirri notkun með skilvirkari hætti heldur en nú gert. Þetta er flóki fyrir bílaleigurnar núna sem eru í samkeppni, eru líka í samkeppni við nágranna ríkin okkar að laða ferðamenn hingað til landsins. Þetta mun hafa áhrif að ferðamaðurinn keyrir minna, hann fer kannski síður hringin eða annað þegar hann sér það að hann er með auka greiðslu ofan að akstur sinn en við viljum sjá það að þeir sem nýta vegina borga fyrir það. Það mun þýða þá líklega að ég mun þurfa að borga einhverja krónur fyrir að keyra austur fyrir fjall sem ég gerir daglega en ég Væru sátt við það? Ég sátt við það ef að ég fæ betri veg og ef ég fæ betri þjónustu á veginn, þá ég sátt við það. Ég held, við treystum svo rosalega á samgöngur nú til dags á Íslandi, miklu meira heldur en við gerðum fyrir bara 20-30 árum síðan en við sjáum líka fyrir okkur útfærslu eins og í þá áttina að þeir sem að keyra mikið að þeir myndu fá magnafslátt. Þannig eins og var í Hvalfjarðargöngin á sínum tíma og fyrirtækin sem eru þá hér fyrir utan höfuðborgarsvæði og eru með mikla flutninga á vörum eða öðru hinga til borgarinnar að þau myndu fá magnafslátt. Fjölskyldu fyrirtæki?
Já, það fyrirtæki sé ekki með hátt í 30 bíla sem eru á ferðinu á hverjum degi. Þetta eru fleiri milljónir núna sem eru að koma á þennan rekstur núna sem er aukinn skattur og við höfum eftir að sjá sko útfærsluna hvernig það verður í vinnu við olíugjald og niðurfellingu á því. En eldsneytisverðið lækkar. Já, en svo erum við bara að sjá núna þetta blikur á lofti, það er ófriður í Miðausturlöndum og olíuverði gengur upp og niður eiginlega frá degi til dags. Þannig að það er erfitt að fara í svona kerfisbreytingu. Og lánsaklaus fólks á Íslandi hækkar við það. Já. Það er bara svo leys og dregur úr lífskjörum fólks. Heyrðu, Sjálfstæðisflokkurinn, það eru spennandi kosningar framönda fyrir ykkur. Mjög. Já, flokknum hefur gengið illa undanfarnu. Ég er nú ekki sammála því, sér hún, en aftur á móti okkur gekk illa í síðustu alþingiskosningum. Okkur gekk vel í síðustu sveitarstjórnarkosningum 2022, ekki vel í borginni. En þá vorum við undir væntingum sem er stórmál en eftir síðustu sveitarstjórnarkosninga 2022 var Sjálfstæðisflokkurinn langstærsta pólitíska aflið á sveitarstjórnarstiginu og við ætlum okkur að halda þeirri stöð okkar í þessum kosningum núna sem framundan eru. Bara Sjálfstæðisflokkurinn var með fleiri sveitarstjórnarfulltrúa og heldur allir hinir flokkarnir samanlagt. Og það er nú nokkuð gott. Ég held ég færi rétt með að við höfum verið með 134 og sveitarstjórnarfulltrúa. Við erum búin að það er búin að vera mjög mikil vinna í gangi hjá okkur að undirbúa þessar kosningar og eins og ég sagði flokksráðsfundurinn í gær hann var svona upphafið að kosningabaráttu okkar. Við erum mjög spennt og við sáum það í þessari miklu þáttöku sem var á fundinum að það sko klæjar alla í lófan og iljarnar að geta hlaupið af stað og hafið sína baráttu. Við erum búin að manna lista í nánast öllum sveitarfélögum, mikið að nýju fólki að koma til okkar og það finnst mér svo ánægilegt. Mér finnst svo ánægilegt að finna þegar þú segir að okkur gangi illa, þá finn ég það ekki þarna úti vegna þess að það eru miklu fleiri að sækjast eftir því að veri framboði fyrir okkur heldur en við getum boðið fjölda sæta. Bara hér í Reykjavík voru við 400 manns sem óskuðu eftir því að fá að taka þátt í þessu kosningu með okkur og fá að vera að lista. Það ber ekki vottum að fólk hafi miklar áhyggjur á Sjálfstæðisflokknum. Nema síðu sér. Þú horfur eftir fólki út úr flokknum og yfir í miðflokkin eins og tveir borgarfulltrúar og einn varaborgarfulltrúi. Þannig að þetta er ekkert gleðiefni. Nei, það er aldrei gleðiefni þegar fólk fer frá okkur. Alls ekki. Og ég harma það mjög að þessir félagar okkar hafi kosið að fara frá Sjálfstæðisflokknum. Grjóthart Sjálfstæðisfólk. Já, einmitt. En þá verð ég líka að fá að vera heiðarleg við þig og segja að það veldur mér auðvitað miklu vonbrigðum að fólk sem er búið að starfa fyrir flokkin í umboði sjálfstæðismanna í 30 ár hefaði notið stuðning sjálfstæðismanna og sjálfstæðisflokksins til verka og haft að því atvinnu í 30 ár. Og þegar það kemur að því að fólk fær ekki það sem það óskar eftir að þá fer það í annan flokk. Það var vanþakklæti. Mér finnst það vanþakklæti gagnvart kjósendum sínum, gagnvart félögum sínum og flokknum sínum. Ég verð að segja svo er. En ég ætla bara líka að segja, ég ætla bara að vona að fólk komi aftur heim. Vegna þess að ég get ekki séð að einhverjir aðrir flokkar er að bjóða eitthvað meira heldur en Sjálfstæðisflokkurinn gerði eða gat gert. Nei. Við vorum með hér uppstillingarnefnd, 15 manna nefnd sem vann hér í nokkra vikur, fór yfir allar þessar umsóknir og ég ítreka aftur gríðarlegu fjöldi sem óskaði eftir því að fá að vera í framboði og fá að vera á framboðslista. Mikið að hæfu fólki úr ólíkum áttum. Það var líka ákall eftir breytingar. Getur stilt upp algjörlega óbreyttu hópi fólks sem að ef þú horfir af því ég nefndi áðan, við náðum ekki þeim árangri sem við vorum að vænta eftir sveitarstjórnarkosningarnar í Reykjavík 2022.
ef að þú hefur tapað þeim leik, ef þetta nú fótboltaleikur, stillirðu þá aftur upp öllum sömu leikmönnum í sama leikkerfi? Ja, Bjarni Guðjóns myndi ekki gera það. Nei, ég held að Bjarni muni ekki gera það. Þannig að það nú komin fótboltamaður sem að kann mörg kerfin og mér finnst þessi hópur þéttur, það gríðarlega góður andi, mikið af nýju fólki úr ólíkum áttum, fólki úr atvinnulífinu, fólk úr menningarheiminum, leiklistarheiminum og svo framvegis þar og ólíkum aldri með ólíka reynslu. Þannig að ég bind mjög miklar vonir við þannan hóp og ég finn það að það er spenningur fyrir framboði Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Áttu ekki sjálf persónulega nokkuð mikið undir því að þið fáið góða kosningu í Reykjavík? Við Sjálfstæðismenn eigum bara öll mikið undir því að endurheimta, en ég auðvitað, ég stend hér í stafni fyrir Sjálfstæðisflokkin og alla sjálfstæðismenn. Við erum auðvitað orðið mjög langþráð eftir því að fá að komast hér til áhrif í borginni. Enda hvernig er staðan hér í Reykjavík? Það er allt í klessu. Jú, það er allt í klessu. Hér eru skuldirnar hafa hækkað alveg upp í rjáfur. Það er ekki einu sinni hægt að veita þá grunnþjónustu að moka vegina, göturnar, að koma fólki hér á milli stað á þess að það taki klukkutíma eða koma börnum í dagvistun þegar að fólk þarf að komast í vinnuna. Þetta er nú bara svona grunnþjónusta sem fólk er að kalla eftir. Svo fær fólk ekki íbúð. Hér er ekki verið brotið nýtt land, hér er byggt á þéttingareitum þannig að fermetrinir fara yfir 1 milljón. Ég hef nú alltaf sagt það, segir hún, sem í öðru kjördæmi. Ég hef nú sagt við marga vini mína á liðnum árum hér á höfuðborg í Reykjavík, kjósiði endilega þetta lið yfir ykkur vegna þess að sveitafélögin hér í allt í kringum ykkur hagnast á því, hvað sem að það er Reykjanesbær, Vogarnir, Ölfus, Akranes, Hveragerði, Selfoss, alveg ótrúlega íbúa fjölgun hefur átt sér stað vegna þess að fólki og fjölskyldufólki, barnafólki hefur verið þrýst út úr Reykjavík. Ég ætla ekki að gerast málsvari núverandi velhutti í Reykjavík en ég ætla bara að segja ég þekki Sönnorðið ágætla, mér finnst mikið til henni að koma og Stefáns Pálssonar sem eru í Já, mér þykir mikið til þeirra beggja koma líka, ég er bara ekki sammálaðið með pólitík. Nei. En mér finnst þau bæði frambærilegi stjórnmálamenn og ég skal alveg viðurkenna því ég er nú hér í viðtal á þessari stöð að ég hef ég er nú bara lúmst hrifin af henni Sönnu að hún er frambærileg manneskja og en ég er ekki sammálaðin eiginlega í nokkuð sköpum hlut en ef ég horfi samt á hana sem vinstri mannesku að þá eru mjög frambærileg sem slík mjög. En þú segir og ég held hún sé með hjarta á réttum stað og hún kemur líka inn í pólitík með reynslu og lífsýn sem betur fer fáir er með sem betur fer. En það er sjáðu, þú sagði þessari stöð, þetta er, hvað er þetta, þú fór maður sjálfstæðisflokksins og farið klukkutíma meira og þetta er ekkert Nei, því heitir samstöðin. Ég veit að það er. En á mínu heimili heitir það alltaf kommastöðin. Já, strákarnir mínu, að því ég er nú stundum að hlusta á okkur. Ég nota einhver stundum sem útvarp og svona ef ég er að vinna við borðstofuborðið þá er ég stundum með ykkur svona að heyra hvað ég er að segja. Talamál, mjög gott. Og þá koma stundum strákarnir mínu og segja, byrju, ertu að horfa á kommastöðina? Og það er líka, er það ekki gott nafn? Jú, ég bara ekki móka sé við það. Strákarnir mínir segja líka alltaf á laugardagsmótnum mamma er alltaf á fólkafundum að því við erum svo öflugur sjálfstæðisflokknum að vera með fundi vitt og breyttu landi á laugardagsmótnum og þá fer maður og er gestur og fundum og hittir grasrótina. Fálkin, það er of lítið notað. Ég er nú að endur vekja fálkan og blés til sóknar í haust þar sem að ég lyfti fálkanum og við eigum að vera stolt með fálkan og nú verð ég að viðurkenna, nú glemdi ég að setja hann í peysuna mína. Ég á gullmerki.
Áttu gullmerki? Já, ég ætla að bara þingmann sem gaf mér það. Ég ætla að segja að það eru mjög fáir algjörir, það er eins í kjarni sem á gullmerki og þannig ég ætla að fara að spyrja, ert þú fjárhagslegu bakhjarlflokksins? Nei, ég er í flokknum reyndar. Já, það er gott. En þegar ég hætti með Sprengisand þá gekk ég alla flokkana. Já. Og að segja múr vinstri grænum en öðrum ekki, sko. Já. Þannig ég er að borga gjald í Sjálfstæðisflokkinu hverju ári, sko. Já, það er gott. Og ég bara segi, komdu fagnandi á næsta fálkafund á laugardegi. Nei, því að það er líka svo skemmtilegt hjá okkur sjálfstæðismönnum að á þessu laugardagsfundum sem við erum með vítt og breytt um landið, að þá kemur fólk bara, þú varst að segja að þið væri nú ekkit endilega einhver komastöð eða samstöð heldur fyrir alla og þannig eru líka okkar laugardagsfundir að það eru allir velkomnir og okkur finnst sérstaklega skemmtilegt að koma nú einhverjir sem að svona hafa aðra skoðun og velja okkur undir uggum. Það þarf líka. En í ræðu minni gær að þá lagði ég áherslu á það að við yrðum að færa flokkinn aftur í svona grunngildi sín og þar lagði ég áherslu á svona 3 áherslumál sem ég vil leggja áherslu á sem formaður Sjálfstæðisflokksins og það var í fyrsta lagi að það var fullveldi og skýr forysta og svo var það efnahagsleg ábyrgð og fleiri tækifæri fyrir fjölskyldur, ungt fólk og atvinnulífið í landinu og við þurfum að tala inn í þetta og ég heyri það á fundum mínum landið að sjálfstæðismenn eru langþreyttir á því að við tölum ekki meira fyrir frelsinu, fyrir frelsishugsjóninni sem hefur alltaf fylgt sjálfstæðismönnum og enga framtakinu og að við tölum fyrir því að draga úr ríkisútgjöldum og þar með þegar við lækkum skatta á heimilin og fyrirtækin í landinu að þá eykst svigrúmið til athafna og til þess að skapa þá meiri umsvif, skapa meiri verðmæti. Peningarnir eiga að vera þarna úti en ekki í ríkishítinni. Já, ég er búin að lesa Varst þetta ekki gott? Já, mér gaman að segja, fullt af gulum áherslum. Já. Nei, ég bara mani þetta náttúrulega. Ég finn það líka á ferðum mínum þegar ég er að hitta fólk um landið að margir segja núna, margir sem að kusu til dæmis Samfylkingunni í síðustu ríkisstjórn og segja ég mun ekki gera það aftur. Mér finnst ég hafi verið svikin. Margir sem kusu Flokk fólksins segja mér líður eins og ég hafi verið svikin. Og fólk segir, maður finnur núna að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki í forystu. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að stýra landinu. Og maður finnur munin á veskinu sínu, á heimilisbókhaldinu og bókhaldi fyrirtækja. Mér sagði K.K. söngvari sem að ég held að sé nú vinstramennin í lífinu og hann sagði nú bara, heyrðu, við þurfum að fá Sjálfstæðisflokkin aftur í ríkisstjórn. Já. En er flokkurinn mjög breyttur frá formanskiptum? Nei. Bjarni var reyndar mjög umdeild persóna og þannig að kannski gagnrýnin á flokkin snýrist. Mér þykir nú einstaklega vænt Bjarna Benediktsson. Þannig að það breyti því að hann er umdeildur maður. Ég held að allir formenn Sjálfstæðisflokksins hafi verið umdeildir. Allir. Og við mér þótti mjög viðeigandi í gær að við myndumst félag okkar Davíðs Oddssonar sem við kvöddum hinstu kveðju á dögunum og ég man, því ég svo gömul, ég ólst upp við Davíð og dýrkaði Davíð, ég var einn af þeim og Davíð var, þú manst það, hann var alltaf á hverjum tíma vinsælasti stjórnmálamaður landsins en óvinsælasti líka og hann var umdeildur maður en hann þorði líka að segja sína skoðun stíga fram en svo var svo einstaklega fallegt að sjá það líka í gær þegar við vorum að sýna dróum svona saman í myndband sem að ég ætla að hvetja þig og alla þá sem eru núna að hlusta og horfa til þess að fara á Facebook síðu Sjálfstæðisflokksins og við vorum að birta þetta myndband bara rétt í þessu svona minningar myndband Davíð Oddsson og hvaðan hafði stórt hjarta og hlýtt hjarta hafði kaldan haus í ákvörðunum
en líka hlýtt hjarta og nú maður að heyra svo víða frásagnir þar sem að hann breytti miklu í lífi fólk hafði aðgengi á honum, gat hringt, borið upp vandamál sín og hann bara gekk í hlutina og listi þá. Ég vil svolítið vera svona formaður, ég líka vön því, ég að koma úr atvinnulífinu og ég svolítið kona sem vil alltaf vera að gera og græja. Mér finnst svolítið leiðilegt oft á þingi því að við erum ekki nógu mikið að gera og græja. Nei. Við erum bara endalaust í einhverju arga þrasi einhverja hluti, við erum í 20 ára að rífast yfir því hvort við ætlum að koma auknu rafmagn út á Reykjanes, við erum búin að vera í 50 ára pæli því hvort við ætlum að leggja einhverja Sundabraut eða ekki. Þetta náttúrulega ekki hægt. Nei. Það verður að gera meira og græja. Og Davíð var forsætisráðherra meiri hluta þessar ára sem nefndir. Já. Og samt, ég ætlum að segja líka, ég vann til... En samt hefur mesta bylting, efnahagsleg bylting og bylting á lífskjörum varð í tíð Davíðs Oddssonar. Ég var gerður að þingfréttamanni rétt eftir að Davíð tók við sem forsætisráðherra, þannig að ég vunni í nálatónum, vel málkunnur honum og ég kann sögur á honum bæði í ákvarðan eitthvað. Það bara svo sem er flest fólk. En hann náttúrulega meira því hann var í svo stóru hlutverki. Já, og þetta náttúrulega alveg fáhirt að í næstu í hálfa öld að þá hann hann borgarstjóri, forsætisráðherra, seðlabankastjóri, ritstjóri hér risastórs fjölmiðils. Stærsta dagblaðslandsins. Já. Heyrðu, hefur ekki að segja þetta gott bara. Gaman að koma og ég hlakka til, ég ætla að bjóða þér á Laugardalsfund hjá Sjálfstæðisflokknum. Ég hlakka til að sjá þig í eitthvað staðar á fundi og hvet sér flesta til að koma og eiga við okkur samtal núna næstu vikur og mánuði vegna þess að fólki okkar sem núna komið í framboði í sveitarstjórnunum, það býður eftir fólki eins og þér. Ok, ég ætla að þykja bóðið. Yes. Þakka þér fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og Laufey, þakka henni fyrir að taka þetta upp og senda út og ég kann nú ekki ræðu bróður minns alveg en hann vill benda á að áskrifta að samstöðinni kostar bara 2.750 krónur og inn á samstöðu.is þetta að finna hvernig þið gerir það. Gerir það sem flest og takka sinni.